daginn. Gleðilegan mánudag. Settur þetta á? Já. Ok. Góðan daginn. Ég heiti Embla. Ég heiti Jóhanna. Við erum velkomin í Dramakastið. Verið velkomin í Dramakastið. Ok, í dag erum við að fara að tala um conspiracy theories og þess vegna erum við með álpapír og haus. Af því við viljum engar bylgjur og viljum enginn sé að hlusta á okkur. Bara alls ekki, við viljum ekki að stjórnvöldin sé að hlusta eða geimverurnar mögulega. Nei. Sé að hlusta það sem við erum að fara að segja. Þannig að við erum well protected. Þannig að ég mæli mig að vera að hlusta að þið horfið á þetta í staðinn. Það er þetta að horfa inn í Spotify eða YouTube. En já, hvað segir þú? Bara gott. Já. Jóhann, við byggum til þess að hætta alveg sjálf. Jóhann átti sko ekki mjög mikið álpapír. Nei. Annars hefðu við sett þetta utan allan hausinn skilur til að protekta okkur almennilega. Já. En þannig að þetta protektar allavega svona hálfan heilan. Já, það er allavega eitthvað sko. Það er betur en ekkert. Betur en ekki neitt. Ég elska conspiracy theories. Ég var ekki alltaf að horfa á svona YouTube conspiracy theories. Já, það hljóma nefnilega mjög mikið eins og þú. Já, ég held nefnilega að þú sért með fleiri heldur en ég. Já, ég er það alveg sko. Og ég vona að við séum ekki með það sama til við getum talað. Já, ég vona það. Í kringum það. En áðurnu förum út í það. Eigum að fara í Obsession of the Week. Já, ert þú með eitthvað obsession? Fyrir því þarf að hugsa aðeins. Possession. Já, ég er með eitt. Þetta er frá merki sem heitir By Terry. Við erum svona ekki tala mikið um þetta, en þetta er svona alveg smá væral þessi vara núna á TikTok. Og heitir T210 og þetta er svona brungu vatn. Þú veist, þetta er ekki brunkukrem, þetta er, þú veist, make-up vara. Það maður bara setur á skólar af. Já. En þetta er svona eins og, smá eins og Sensei bronsingjali nema bara eins og vatn. Fattur þau? Já. Þannig að þú getur spreyjað út alla bringuna og blandað og það er svona, þú veist, gegnsætt, þannig að þetta er lúka gett natural. Fattur þú, sérð húðina í gegn. Já. Og þú getur líka notað þetta á andliti. It's very beautiful. Nice. Já, ég er það að er prófa. Mitt obsession, já. Þú er að prófa hjá mér og það lyktar líka mjög vel. Já. Þannig ef það eru viðkvæm fyrir lyktum í svona make-up-vörum þá myndi ég kannski ekki beint mæla með því. Og það er alveg sterk lykt en hún er mjög góð samt. Ok. Ekki svona brunkukrems fnýkur. Nei, þetta er nefnilega ekki brunkukrem. Þetta er bara, þú veist, bronzer. En bara hann er svona eins og vatn. Já. En I like it a lot. Ok. En þú? Já, sko, mér finnst svolítið skemmtilegt. Þarna með súkkulaðipletunar. Já, sammála. Og þarna herra hnetusmjör, Dr. Fútbol og Solon Diego. Já, hver er uppáhaldsplatan? Sko, mjög svona kontroversial. En það er eiginlega herra hnetusmjörsplatan. Það? Já. Ég er ósammála. Ég veit það. Og ég held að flestir séu ósammála. Já, og það mér finnst það bræðast þessu appelsínusúkkulaði. Já, sem ég skil ekki. Já. Af hverju? Ég nefnilega elska appelsínusúkkulaði. Það er mjög controversial opinion. Og ég elska líka lakkrís. Já, ég elska lakkrís. Það er svona fullkomna súkkulaði. Já, ég elska Solon Diego. Já. Sem með hana saltkringlunum. Og þetta láta mig kræfa þetta núna bara. Þetta er reynda mjög gott. Já. Mjög gott. En maður getur náttúrulega ekki, þú veist, eitthvað svona mikið einu. En svona einn og einn. Ég get alveg mikið einu. Ég er náttúrulega bara ekki súkkulaði kona. Nei, satt. En þú ert brjóstsykakona og oh my god, nammið hennar Jóhannu alltaf þegar Jóhanna kaupir sér nammi þegar ég kemur heimsók. Hvað er það? Og ég er alltaf ekki, ertu búin að kaupa mönns? Segir hún alltaf, já, ég er búin að kaupa súra trítla og frosturka skítlis. Þú veist, þetta er samt alveg gott, sko, og ég er náttúrulega mjög mikið tím súru trítlar. Við erum alveg súru trítlar bara fans, number one. If súru trítlar has no fans, then we're dead. Án gríns. En við finnst bara frosturka skítlis, það er alveg gott, skilur við, en ég myndi aldrei fara út í bútur að kaupa það sérstaklega. Jú, en það er líka bara að því að mann langar kannski eitthvað súrt og sætt, en er samt með krönsið. Já. Þú veist, þetta er ekki eins og að borða skítlis, þetta er eins og að borða brjóstsika skítlis. Þú náttúrulega elskar allt sem er crunchy eins og brjóstsika og þú elskar að bryðja. Ég elska bryðja, ég er með eitthvað svona þing fyrir því að bryðja, sko. Já, þú ert eitthvað skrítin, sko. Ef ykkur dettur einhvern veginn eitthvað í hug sem ykkur langar að gefa Jóhannu, þá er það. Súrir og frosturka skítlis. Já, nákvæmlega. Jep. En henda okkur í Drama of the Week. Já, vilt þú taka og ég taka? Ég skal taka. Hæ stelpur, ég held að tengdamamma mín þoli mig ekki. Hún talar mikið fyrir undir kærastuna hans fyrir frammi og kemur alls konar komment tengt henni. Hvað á ég að gera? Ok. Oj, ekki gaman. Æ, þetta er snúin stað. Ég hef alveg oft heyrt um
fólk sé að lenda í svona. Já, ég er nefnilega líka. Eitthvað svona kommenta á fyrirhundi kærustuna og tala hana og eitthvað svona fyrir framann, þú veist, mér finnst þetta svo ógeðslega disrespectful. Já, einmitt. Náttúrulega bara það fer líka smá eftir því, hvað voru þið lengi saman, er hún kannski bara ennþá að komast yfir hana, skilur? Já. Kannski voru þið saman í 10 ár og hún bara partur af fjölskyldinu og eitthvað svona, skilur? Já, einmitt, en þá finnst mér nú samt að hún ætti að hafa svona kurteisina í sér til þess að vera ekki að bringa þetta upp fyrir framann þig. Já, já. En mér finnst að sko kærastiðin ætti raun að segja við mömmu sína, Já. bara, heyrðu mamma, þú veist, auðvitað má henni líða bara hvernig sem henni líður ef að hún saknar fyrirhandi eða whatever, ef það eru eitthvað enda í bandi þá bara allt í lagi, en hún þarf ekki að vera bringað upp fyrir fram að þig. Nei. Og það er bara eitthvað mörk sem að kærastinn þarf að setja. Já, 100%. Myndi ég setja. Já. En það þarf ekki endur að því hún hati þig, eða þú veist að hún þolið ekki. Nei, alls ekki. Kannski tengist þetta ekki þér, þetta bara... Kannski er þetta bara svona eðlilegt fyrir henni að tala hana þegar kannski var það bara ógeðslega eðlilegt. Já. Út af því hún hefur þekkt hann svo lengi og hún var kannski lengi í lífinu hans og slæðis. Já, já, þannig að það þarf ekki endilega þýða að hún þólið ekki. Nei. Og kannski þarf þú líka bara að vinna í því að byggja upp samband með henni. Já, einmitt. Þannig já, kannski það er svona 2 hluti sem við getum gert. Tala við kærastæðin, segja honum að tala mömmu sína, eða þú veist, ekki segja þetta koma frá þér. Já. En hann getur líka kannski bara sagt að honum finnst þetta óþægilegt. Hún sé alltaf að tala fyrirhandi kærastan hans. Já. Og sem getur þú kannski sett að mér í vinnu í að byggja samband með henni. Já, 100%. Kannski fyrir utan kærastæðin, skilur við. Já. Eitthvað svona, það hlýtur að vera eitthvað sem að þið kannski eiga sammeilið sem þið getur bondað yfir. 100%, ég myndi alls ekki fara strax í bara eitthvað svona, oh my god, ég er bara hræddur við hana, hún þolir mig ekki og þú ert að byggja upp eitthvað issue gagnvart henni út af þessu og bara búa til eitthvað svona rísa drama út úr þessu ef það þarf ekki að vera. Það er líka svo hættulega strax sem að fyrir eitthvað svona að halda einhver þóli sig ekki, það fær bara að haga sig eitthvað astnalega kringum hann, skilja, og þá miklu líklega að hún muni síðan ekki þóla þig og þú ert örugglega að haga þér úrslega furðulega. Einmitt. Þannig að það er betra að fara með, þú veist, fara inn í samskipti með intentioni bara, nei, henni líka örugglega bara vel um mig. Já. Og þá hagar þér meira eðlilegra og þá mun henni líka betur við þig, skilur. Já, 100%. Já. Þannig að bara, verður bara glöð. Já. Og verður þú sjálf. Good. Já. Þetta þarf ekki að vera nýtt stormál, þetta leysist, I believe it. Ég líka. Já. En eigum við að henda okkur í the conspiracy theories. Já. Og passa, er einhver að hlusta? Er nokkuð að hlusta? Ef við tínumst, þá veit ég af hverju. Það er út af þessu. Sko þetta er náttúrulega mjög þekkt conspiracy theory, kannski erst þú með að skrifa líka. Okay. Þetta er alveg svona hefur verið mjög lengi í gangi, er að the moon landing was not real. Þetta er að fyrsta sem ég skrifa að það hafi aldrei reitt farið til tunglsins. Já, hvað finnst þér um þetta? Heldur að moon landing hafi verið, þú veist fyrsta tungslendingin hafi verið alvöru eða ekki? Sko, ég er alveg smá skeptísk á það. Já. Að því að hvenær var þetta? 1900 á Súrkál. Já. Og núna er komið 2026 og væri við ekki komin lengra ef við höfum gert þetta einu sinni. Já, og myndi halda það, sko. Ég myndi halda það. Já, en líka svona einmitt bara svona, hvað 1970 og eitthvað, var það ekki það, 1970 eitthvað, eða 60 eitthvað. Og bara eitthvað myndi að vera tunglinu að taka þetta upp og bara hvernig náðu þér að gera þetta svona, þú veist, á þennan hátt, einhvern veginn. Þetta var 1969. Já. Já, og þú veist, myndina bara eitthvað, ég alveg svona semi-góðum gæðum líka. Já. Þetta var 1969. En sko, myndi samt í alvörunni Bandaríkin ákveða að feika þetta. Það er náttúrulega mjög mikið pólitískt á bakveða, skilur. Já, út af Rússlandi og okkur svona. Já, bara þeir voru fyrstir og þú veist, það er alls konar skilabóð sem þeir eru að senda. Já, en einmitt, af hverju hafa þá ekki fleiri verið að fara til tunglsins? Einmitt, og af hverju þetta bara búið að gerast einu sinni. Já. Það gerast, þú veist, 69. Já, einmitt. Hefur bara einu sinni ykkur lent á tunglinu? Er þetta eina skiptið? Já, og svo bara hafa farið einhverju róbótar og eitthvað. Að það? En þess vegna er ég svo skeptísk á það að því að núna er komið 2026 og við erum komin svona langt í bara geimflugum og geimnum og öllu þessu. Já, niður það stendur að manneskjur hafa lent á tunglinu 6 sinnum en það var allt á milli 1969 og 1972. Já. Þannig að af hverju hættu þau? Það er ógeðslega skrítið. Það er mjög skrítið. Og eins og bara daginn, þá fór geimflug til tunglsins með fólk, en bara til að fara í kringum tunglið og tilbaka. Þau fóru ekki á tunglið. Já. En bara ég myndi svo mikið halda að við varum bara komin það langt að við gætum bara farið einu sinni í mánuði til tunglsins. Já, maður myndi halda það fyrst að þau gerði þetta 1969. Já, einmitt. Já, þetta er svolítið skrítið, sko. Svolítið áhugavert. Þannig að ég veit ekki alveg hvað mér finnst um þetta. Nei, ég veit ekki alveg heldur, sko. Ég er með svona alls konar skoðanir. Já, en okkur viltu, hvað er næsta þetta? Ok, hefur heyrt um þetta? Hvað? Að það sé svona secret tunnel lítil borg undir LA.
fyrir fræga fólkið. Það? Hefur ekki heyrt um Nei. þetta? Vá, ég Fyrir fór fræga greinilega fólkið? onni eitthvað svona þvílíkt rabbit hole. Oh my god. Af því að það er eitthvað svona conspiracy theory að það sé svona eitthvað svona tunnel eða eitthvað og það sé sko Starbucks og eitthvað svona að því að þetta er svo langt að fólk geti stoppað og sko tekið bensín og fengið sér Starbucks og eitthvað. En af hverju myndi vera svona tunnel? Til þess að fólk komist hraðar melli staða? Já, Er þetta tunnel fyrir bíla? Já, Oh. og bara þannig að frægt fólk komist unseen, þú veist. What? Oh my god. Mhm. Það er ekkert eðlilega fundið theory. Já, ég veit ekki hvað, ég þarf eiginlega Trúir að því? Nei. Eða hljómar eins og bull. Já, en mér finnst það bara svo skemmtilegt. Já, það er svolítið skemmtilegt. Að við skrifa hérna Secret Tunnel Secret Underground Tunnel Network, often dubbed the Actor Ban. What? Nei, mér fannst Oh það my bara God. svona skemmtilegt theory. Já, þetta er alveg svolítið áhugavert theory, sko. -hmm. Veit ég hvort ég trúi þessu? Líka Mér finnst þetta eitthvað aðsnaðið að þú er aldrei heyrst þetta. Nei, Mér finnst eins og ég hef heyrst þetta frá þér. Kannski ég er bara múin að gleyma þessu. Já, þetta er náttúrulega alveg sniðugt, svona sniðu hugsun, bara Já. að þið getið komist hvert segja vilji langa Já. vegalengur og eitthvað án þess að þurfa að vera í Einmitt. traffík og... En mér líður bara eins og það sé aðeins og svona, ok, og þá er það svona, ok, hverjir fá að fara þangað? Já. Og myndi fólk ekki taka eftir því að það væri verið að byggja þessi göng, skilur? Ég veit það ekki, að Já. það myndi einhvern veginn komast út. Þannig að ég veit ekki hvort ég trúi þessu. Nei, En en bara skemmtilegt. já, svolítið skemmtilegt. -hmm. Ok, hefur heyrt conspiracy theory veistu hver Avril Lavigne er? Nei. Sem syngur hann að He was a skater boy, she said see you Já. later boy. Veistu Nei. hvernig hún lítur út? Nei, hvað heitir hún? Avril Lavigne, ég skal sína myndinni. Já. Kannastu við hana? Já. Ok, conspiracy theory er svo sagt að hún hefði dáið og að það sé, þú veist, önnur sem að koma í staðinn og er að þykjast vera hún. Oh my Og god. þetta er alveg stórt conspiracy theory. Ég hef séð einhver vídeo á YouTube þetta sem hefur verið að, þú veist, bera saman eitthvað svona hendur, hún þegar hún er ung og hendur hún, þú veist, nokkur mánu setna og hún er búin að breytast og kannski búin að röddin hennar búin að breytast og eitthvað svona skoðanir hennar búin að breytast eins og það er eitthvað svona vídeo þar sem hún er, þú veist, úlingur og er ekki mikil pengari Já. og er eitthvað svona með kónguló upp í sér út af eitthvað svona challenge Já. og gett höfð eitthvað og sér í vídeoinu nokkra mánu setna þar sem hún er eitthvað við eitthvað borð og það er svona kónguló að klifra á henni og hún er eitthvað, oh my god, er ekki að þrættu kóngulóna. Oh my god. Þú veist, eitthvað svona dæmi. Já, já. Já, þú veist, og þetta er alveg, það er alveg margir sem trúi þessu, en ég held að þetta sé svona smá samt líka djók, en samt ekki, fattar þau. Það var bara, hún með bara persónleikar, sko. Já, greinilega, sko. En það er mjög svipað líka með Jim Carrey. Já, Hefur ekki heyrt það? já, og þetta kom, sko, þetta tengist nefnilega næsta mínu sem er bara yfir höfuð celebrity clones. Já. Og við hefum heyrt þetta bæði með Jim Carrey og með Selena Gomez Já. að það sé búið að replacea þau og það hafi komið klónar í staðinn. Já. Ég veit ekki, en þetta með Jim Carrey var alveg skrítið, sko. Það var alveg crazy, eins og hann hefði, að því hann líka svona átt að hafa sendt eitthvað Í staðinn fyrir sig. í staðan fyrir sig á eitthvað Já. svona stóra, bara Golden Globe eða eitthvað svona Já. risastórt. En hann líka, sko, bæði leita ekki eins út og hagaði sér ekki eins. Þú Já. veist, hann var að segja hluti sem að Jim Carrey myndi aldrei segja. Já, einmitt. Og út af Jim Carrey er búin að vera nýlega svona svolítið að tala á móti Hollywood. Þú veist, gaggreina Hollywood og vera svolítið svona, hann er rosa eitthvað svona woo-woo spiritual, skilur Já, já, að þú veist, að þá einmitt, hann hafi bara verið dripinn og replaceaður Já. eða eitthvað svoleiðis, skilur oh my god. En finnst það ekki líka spes, þú veist, þegar þetta kom með Jim Carrey, þetta var sko alltaf TikTokinu mínu í svona 2 daga og svo bara Já. hvarf þetta. Já, Og enginn Bara- tala um þetta síðan. nei, bara alveg horfið. Þetta er svo skrítið, sko. Það er alveg smá crazy, sko. En ég held að þetta með Selena Gomez sé ekki satt. Þú veist, minnst það að vera smá bull. að hún sé bara dáin. Já, þess að hún sé bara klón Já, eða já. skilur út af því að hún lítur svo öðruvísi út og eitthvað. En Já. ég sé alveg marga myndir þar sem hún lítur alveg eins út. Já, hún var ekki líka, hún var að glíma við eitthvað svona veikindi. Já, hún er veik, sko. Já. Hún er með lupus, Já, eða ekki? Eitthvað En- svoleiðis. að þess vegna hafa hún, þú veist, eitthvað svona fitnað svolítið í andlitinu Já, og... já, við erum bara svona bjúið og eitthvað. Já, já. Já, þannig að mér finnst það svona smá bull, en ég veit ekki, mér finnst þetta bara svolítið áhugavert eins og með Jim Carrey, þetta er svolítið skrítið, sko. Já, já. En var hann ekki líka eitthvað á Íslandi? Var hann? Já, ég held hann að við verið á Íslandi bara eitthvað nokkur dögum eftir þessa hátíð. What? Ó, Að því ég sá eitthvað TikTok eitthvað svona, ég veit ekki með ykkur og allavega klónið hans Jim Carrey var hérna og myndað þeim saman. what? Ha? Eitthvað Var það ekki bara skrítið. eitthvað bull? Ég veit það ekki. Ég veit að hérna ekki um það. Ó, fyndi. Interesting. Já, svolítið interesting. Ég er með næst, en við höfum talað um þetta áður í hluti sem við skilum ekki, Já, held ég. hvað? En mér fannst það bara svo
skemmtilegt conspiracy theory hjá Já. þér að þú sagðir að með hammeiðnar Já, að hammeiður væri bara að voru einhverju sjóarar já, ógeðslega fullir sjóarar já, og þetta væri bara sækýr. já, mér finnst það alveg skemmtilegt Já, mér finnst það alveg satt, sko, eða þú veist, út af, ef þú sérst sækýr, þú veist, ef þú ert ógeðslega fullur og þú ert bara eitthvað út á sjó, smá Já. crazy, já, kannski myndir alveg halda að það væri kona, já, og það er kannski ég sakna konuna sinnar, svolítið, einmitt, já, graðir og sakna. Eða þú veist, já ekki nema það sé conspiracy til þess að fela það að hann með sig alvörinu til. einmitt, Ættir að koma með þá afsökun. Það getur líka verið. já, Næsta conspiracy er með geimverur ok og að the government, þú veist, viti miklu meira geimverur heldur en í rauninni þau vilja segja okkur. eins og þarna Area 71 eða 51 Ég held 51. Þeirrið segir að með Bandaríkin, the government, er að fela eitthvað svona crashed alien spacecraft, eitthvað sem var búið að krassa já, og mögulega líka maður af geimverum í Area 51. já, Og það er út af því að það er svo ógeðslega mikið leyndamálum varðandi Area 51 og það hefur verið mjög mikið af svona UFO sightings, fólk sagt að hafi séð UFOs í himninum á þessu svæði í sko decades, bara marga áratugi sko. oh my god og líka bara að þetta sé svo ótrúlega high secret Já, og maður hefur alveg séð og documentaries og einhver svona youtuber að reyna að komast þarna inn og þú veist það eru bara menn, vopnaðir menn einmitt. skilur sem að stoppa þig á því að fara inn á þetta svæði Og það stendur hérna sko að the government, að þeir þú veist neituðu að Area 51 væri sko einu svona til í mörg ár sem lét fólk vera ennþá meira suspicious. oh my god En já, ég veit það ekki, mér svona líður eins og þú veist einmitt, ef það væru tilgeimverur eða þú veist, það getur alveg verið að það sé alveg búið að finna þér en þau myndir bara ekki segja okkur það já, já út af því að allir myndir alveg frík út. Það er en ég held mér þess að sko forsetin mig ekki eins og fara ánga í alveg. það er bara enginn sem fara ánga nema þá bara fólk sem vinnur þar eða Já, eitthvað en Hvernig fær maður vinnur vinnu það þá? þar? Já, nákvæmlega, getur maður bara sótt með það. Oh my god, það er næstu podcast áttur við sækjum í munni í Area 51 og leysum þessar ráðgandi og segjum ykkur allt. Nei, þetta er alveg áhugaður þýri, sko. En Já. trúir þú geimurur? ég veit ekki En ok, mín spurning er, ef geimurur eru ekki til, af hverju teikna allir geimurur inn? Svo að við erum öll með mynd í haustum okkar, hvernig Já. heldum að geimurur líti út? Af hverju, hvaðan kom þessi mynd? einmitt Fattar þau? já, Ef þetta er ekki alvöru, já that's my theory. Já. Ja, þú veist, það er spurningin mín. En hvað er næsta þitt? Madeleine McCann Oh my god, já, það er sko það mál er bara conspiracy theory já, það er bara million conspiracy theories í kringum það mál, sko. já en conspiracy theory mitt er að foreldrar þetta hafa eitthvað með þetta að gera Já, ég trúi því alveg, sko. já, ég trúi líka Eða býtu, ég er samt ekki alveg viss. Ég held Nei. kannski mögulega að sé eitthvað í tengslu við Epstein. já, það er nýlega búið að Já. líka það tvent saman sko Út af því að hefur ekki séð myndina af það var teiknum mynd af einhverju konu sem var suspect, já, sem var, sást labba það í kringum hóteli og hún er rosalega lík konun hans Epstein. aha Já, alveg mjög. oh my god Þannig að þú veist, fólk er líka að tengja það saman við að sína þér. Sjáðu, þetta er myndin og já, þetta er hún. já, ég er búin að sjá það en sko að því ég sá eitthvað myndband af pappa hennar að því pappa hennar er í einhverjum svona kallagrúppu skiluru Já. þessi kallagrúppa er bara eitthvað svona ógeðs kallagrúppa Ó, er það? og það tíðkaðist þá í þessari kallagrúpu þetta er eitthvað svona þetta er bara eitthvað svona semi eins og lítið köld What? og að þeir hafi verið í sko skóm gerð úr húð eða eitthvað svoleiðis í gamla daga þú veist þessi my sami God. hópur skilur Já. og eitthvað svona Jesús. ógeðslegt skilur og eitthvað þú veist tengt mannsali þessi hópur og eitthvað svoleiðis skilur Einmitt. en ég sé náttúrulega ekkert dýra en ég kefti Nei. neitt sem ég segi þetta Nei, guð. en þetta er bara alls konar Já, þetta er alls konar sko. Munum við einhvern veginn vita sannleikan með þetta mál. Oh my Mér langar God. svo mikið að við fáum einhvern veginn að vita sannleikan. ég vona bara að það verði eitthvað svona deathbed confession Já, þegar að
either one of them die, sko. Og því ég er bara búin að muna eftir þessu máli síðan að við vorum litlar, sko. Já, hvenær hvarf hún? Hvaða ár var það? 2007 myndi ég halda. Er það? Vá, er svona stutt síðan? Hún er 03 model. Vá, Já. það er alveg stutt síðan. Já. Þú veist, Þannig að hún bara- væri núna 23 ára. Oh my god. Þú veist, hún er bara svipið aldrei við sem ég, sko. Crazy. Og ég næsta conspiracy theory mitt er the flat earth theory. Oh my god. Ok, og theoryð er sem sagt að jörðin sé bara flöt og sé ekki kúla. Já. Og að sem sagt norðupóllinn sé í miðjunni og söðupóllinn sé svona veggur utanum. Já. Fattar þau? Og eitthvað fólk er að segja að þetta er alltaf the government, að þau sé, þú veist, hiding the truth. Oh my En god. málið er, af hverju myndi government, af hverju væri þetta eitthvað leyndamál? Ef að jörðin væri í alvörunni flöt, skilur, Já, af hverju væri það leyndamál? En einmitt, fólk segja bara eitthvað að, þú veist, maður sér náttúrulega ekki að jörðin sé hringur, maður horfir út á sjó, þá er þetta svona semi-flatt. Já, En já. alltaf bara út af hún svo stór, skilur. Nei, líka það er bara rísa community þarna úti Já, sem að heldur þessu fram. Já. Mér finnst það svo ógeðslega fyndið. já, maður getur alveg að horta bara löng vídeo þar sem er farið í bara alls konar sannanir. Já. Það er alltaf hægt að finna sönnin fyrir öllu ef bókstaflega maður reynir búið að nóg sanna mikið. þetta, já. Þú veist, ég gæti hérna að fara að sanna fyrir þér bara eitthvað Að þessi blóm væru að þessi blóm Bleik. væru þau eru bleik að þessi blóm væru alvöru ekta ef ég bara myndi, þú veist við erum bara, já, sjáðu, þú sérð hérna Já. blöðin eru svona og þú veist það er alltaf hægt að finna sönnun fyrir hvað bulli sem er ef maður bara Já. reynir nóg mikið, sko. Það er svona ein fyndin conspiracy theory. Já. Ég man að Ok, það er svolítið íslenskt. ok, hvað? Það eru álfar. Það er gott conspiracy theory. Og hvað er the theory? Bara Nei, þessu til? Bara þessu til. Já, Já. Og að þeir geti, þú veist, svona álfasteinar, já, einmitt. skilur við. Af því ég er alveg svona, mér langar alveg að trúa Já, á en hvað þá að álfa. þeir búi inn í álfasteininum? Að þeir geti, þú veist, svona stjórnað semi, þú veist, ef að þú Já. gerir eitthvað sest á steinin eða eitthvað þá getur fótbrotnað við að detta á honum eða þú veist, eitthvað Já, svoleiðis. einmitt. Maður hefur heyrt svo ógeðslega mikið um svona Já. álfasteina. En af hverju byrjaði þetta theory á Íslandi? Það er mjög góð spurning. Þú veist, var fólk eitthvað að sjá álfa eða að ég googla það? Já, en nefnilega að það var alls ekki svo langt síðan, bara eitthvað nokkur ár Já, síðan, þá bara eitthvað í kringu COVID eða eitthvað. Það átti að gera eitthvað svakalegt við eitthvað álfasteinina á höfuðborgarsvæðinu. Það átti að taka hann ó, og byggja hús og eitthvað. já, já. Nefnum að það var alltaf bara eitthvað hræðilegt að gerast í kringum hennan stein. Ó, í alvörunni? Já, þannig að það var What? látið hann vera og því var hægt. What? Það er enda svolítið svakalegt. Já, ég man ekki hver var að segja mér þetta, ég var bara, oh my god. Oh my god. Og það var eitthvað sem dó sko í kringum þetta What? og eitthvað svona skrítið að gerast Oh í my kringum hennan God. stein. En ég trúi því svona alveg og meir til dæmis ekki, þú veist, byggja eins og það er mjög mikið í Bandaríkjunum, þú veist, þú mátt ekki byggja og svona Native American, þú veist, ef þeir eru með eitthvað svona svæði sem er búið að vera eitthvað svona sacred, skilur mig. Já, já, Þú veist, ef það er til dæmis búið að jarða fólk, Já. þú mátt ekki byggja hún á því, skilur. já, já. Þú veist, þetta er svona alls konar, ég trúi því alveg að það, þú veist, sé bad luck og svona. En vissu líka þeir eru lögum í Ameríku að ef að einhver hefur dáið, það þarf að láta vita. Þú Já, veist, ef já. einhver hefur dáið inn í húsnæðinu sem þú ert að kaupa. Er það ekki svolítið í Íslandi? Nei, Ó, sko á Íslandi, allavega ég heyrði það, á Íslandi er það þannig ef ég spyr það þarf að segja mér. Oh my god, en þú þarfst ekki að láta vita. Nei, Ói, það er úrslega óþægilegt. já, eða það er allavega það sem ég heyrði. Já, einmitt, make alveg sens. Já, En það stendur hérna, sko, einmitt að álfar eiga að vera svona human-like beings, þetta eru huldufólk, já, sem er svona eins og mannskju sem búa inn í steinum og eitthvað svona. Já, og þú veist, það er sagt að þetta komi bara frá, þú veist, gamla daga hjá okkur á Íslandi og sögum, þú veist, að við vorum alltaf að segja sögur og við erum með ógeðslega svona áhugavert landslag og skrýtna steina og alls konar og síðan kannski, þú veist, ef það kom eitthvað hljóð sem maður skildi ekki alveg, þá var þetta bara, þú veist, talað um huldufólki, skilur við. já, já. Þetta er það sem er sagt. En maður er alltaf búin að vera alin upp við það að álfar séu til, skilur Já, að ég er manni svona- langar ókslega mikið að trúa því, Já. skilur að því það er bara ókslega gaman. Ég segi krökkunum, Er það? þú veist, að það séu álfar í Ingólfsfjalli og eitthvað svona, skilur Ég trúði alltaf svona þegar ég var lítið, sko, á svona blómálfa. Þú veist, litla svona eins og skellibulli. Oh my god,
En það var líka örugglega bara mest út að ég vildi þetta mikið trúa því, Já, skilur, mér fannst já. það svo sætur skemmtlegir. Ég vildi þetta trúa því ég ætti að vera blómálfur í garðinum með Ég eitthvað trúi víst á alva. Ég Ég trúi. Næsta conspiracy theory, eða þú veist, ég veit ekki hvað það myndi kallast conspiracy theory, en hefur heyrt það Mandela effekt? Já, sko, ég var eitthvað að lesa það. Já. En ég skil ekki alveg hvað það er. Mandela effekt er sem sagt þegar að, þetta eru þú veist margir mismunandi hlutir, að það er þegar að stór hópur fólks muna eitthvað öðruvísi en það actually var. Þá er að kalla það Mandela effekt. Og það byrjaði út af því að það voru svo ógeðslega margir sem heldu, veistu hver Nelson Mandela er? Held að hann hefði dáið í fangilsi en hann dó ekkert í fangilsi. Ó. Þú veist, og þá kallar þetta Mandela effekt, þetta er svona ef að stór hópur fólki heldur eitthvað sé öðruvísi en það er. Já, Og það er ógeðslega mikið af svona dæmum, Já. eins og það eru ógeðslega margir sem að halda að Monopoly gæinn sé með svona glerauga. Já. Hann er það ekki. Oh my god, steikt. Hann er ekki með svona eitt glerauga. Nei. Og síðan eru ógeðslega margir sem að halda í Star Wars að hann segir Luke, I am your father. Veistu hvað, þú veist ekki neitt Star Wars. Nei. Allavega, en hann segir ekki Luke, I am your father, hann segir No, I am your father. Já. Og síðan í Mjallhvíti þá segja allir að hún segir Mirror, mirror on the wall, en hún segir Magic mirror on the wall. Já. Þú veist, þetta er svona alls konar svona hluti sem geða margir halda sé satt en það er ekki. Já, já. Og svo vilja sömur meina að þetta semst þýði að það séu margir svona alternative realities, Já. alternative universe. Já. Hvað segir maður það á íslensku? Ykkur skonar vittir. Já, margar vittir og þess vegna gerist þetta út af Já. maður hoppar vitt eða Já. eitthvað svona. Já, já. Þú veist, það er the theory sem að margir vilja, sömur vilja meina. Já. Svolítið áhugavert. Mandela effekt er alveg svona smá brainfucking, sko. Já, 100%. Ertu með eitthvað meira? Nei, ég bara skrifaði eitt innar sem ég sá á TikTok, Ok. en það er ekki neitt tengt conspiracy theory. Ó, hvað er það? En þarna, það er bara svo ógeðslega steikt. Hefur heyrt free bleeding? Já. Ég var bara, Hvað maður sé bara út túr og bara lætur þetta renna? já, og sko, að maður eigi að fara út í náttúruna Já. og free bleeda í gras og svona strönd og eitthvað svona. Af hverju? Af því það á eitthvað svona jarðtengja mann. Ó, Af því það var maður að, tengja náttúrunni? já, Ef við ekki prófa þetta? oh my god. Og þá ertu bara eitthvað á rassinum, setu bara, Prófa þetta? oh my god, ég er bara með fyrst það svo steikt, ég er bara, Já. ég er ekki í lægi með fólk. Þetta er svolítið steikt, sko. Ekki myndi ég vel nenna þessu, sko. Nei, En þetta var mjög off topic. Já, nei. Að ég segja mitt næsta theory. Já, Ok, þú ert flugfræða. ég er það. Hefur farið til Denver? Oh my god, Denver Airport. Já. Já. Ok, flugvöllurinn. Það er sérst conspiracy theory flugvöllin í Denver. Theoryð er að það sé secret underground bunker undir flugvöllinum. What? Já. Ég var bara búin að heyra theory að það væri að fólki sem er þar, þú veist, og vinnur þar og eitthvað, þú veist, er sem í bara eins og róbótar eða Ó, eitthvað. Eða, þú veist, það? að Oh my God. að allir eru einhvern veginn svo ópersonlegir og svona að sé allt svo hrattar inni. Ó, kannski ekki tengist það þessu. Mm. Málið er að stendur hérna að tók ógeðslega langan tíma að byggja þennan flugvöll. Þannig að einhvern veginn byrjaði allt þetta theories og það eru, þú veist, tunnels, underground tunnels undir flugvöllinum sem að fólk heldur að sé eitthvað bunkers, ég veit ekki af hverju. Og fólk Það ætti þá að sé vera tekið bunkers. þangað. Nei, það stendur að þetta sé eitthvað svona underground bunkers þar sem að stjórnvöldin fela sig að það kemur eitthvað disaster og eitthvað, stendur The New World Order Operate, ég veit ekki hvað það þýðir. Allir til Denver! Þetta er bara, ok, þú veist, ég skil ekki alveg, en þetta er alltaf the theory. Og síðan er hérna eitthvað svona risa blá hestastytta Já, ég sé fyrir hana. utan með svona rauð augu. Hún er alveg creepy, sko. Já, og sko, hérna artistinn dó þegar hann var að búa hana til. Já. Og skýrði hann Lucifer. Já, Lucifer. Þannig að fólk heldur að hún sé cursed og síðan er eitthvað ógeðslega creepy málverk inn í þessu sem að hérna inn í flugvöldinum sem fólk segir að séu hérna að predikta framtíðina og eitthvað secret agenda. Oh my god. Já, eitthvað svona alls konar. Já, maður getur farið í því líkt rabbit hole og í eitthvað svona. En sannleikurinn er sá að the tunnels eru bara fyrir eitthvað svona flugvölla stús. Og þú veist,
þetta er bara eitthvað creepy málverk og creepy stytta en það er þessi samt skilur. Þetta er bara fyndið. Allavega í minningunni, Já. ég sá þessi styttu, það var alveg creepy, sko. Já, hann Ég myndar held hún sé alveg stór. Já, hann myndar hérna og hún er alveg creepy sko. Já. Hún er risastór. Mm Er hún í alveg svona stór? Já, hún er mjög stór. Hún er stærri en húsið. Nei. Er þetta bara sjónarhornið? Já. Hún er ekki svona stór. Þetta lúkar ekki að það Nei, snarlega. hún er kannski jafn stór og þú veist, Ingvar Arnarsson. Já, og þetta er málverkið. Ég þarf að tjekka Þetta er það creepy næsta og þetta eru The Tunnels. Og síðan var ég með eitt annað theory Ok. sem er sem sagt að Walt Disney sé frosinn. Hefur heyrst það? Oh my god, ég hef heyrt það. Að Heyrðu, það- ég held, ég hafa meir það, gert eitthvað, sko, verkefni í ensku þetta. Oh Ég held það. Segðu okkur þá frá þessu. Nei, ég man, það er svo mörg ár síðan, sko. Ég held ég hafi meir það, sko, búið til svona litla rítgerð þetta, sko. Sko, theory er einmitt að hann hafi verið frosinn til þess að hann gæti síðan verið, þú veist, endur lífgæður þegar það væri komið í vísindin okkar, skilur mig. Já. Og það eru margir sem halda að hann hafi verið falinn undir Disneylandi og undir Pirates of the Caribbean hann rætinu. Oh my god, Já. það er crazy. Og þetta var eitthvað svona gett popular, þú veist, þegar hann dó, þá var þetta alveg svona svolítið sem margir var að tala um og maður gæti frist líkamanninn og bla 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 Já. og svona, það eru hérna, enga sannanir fyrir þessu og já, annað conspiracy er að Disney hafi búið til myndina Frozen þannig að ef þú googlar Disney Frozen þá komi þetta theory ekki upp heldur bíómyndin. Oh my god. Skilur þið? Til þess að fela theory og Já. það í gamla dag ef þú googlar Disney Frozen þá kom bara að hann hafi verið fristur en núna kemur alltaf bíómyndin. Oh my Haldið god, þið? en steikt. Ég hef líka, það eru alls konar theories Disneyland, sko. Já, og líka Disney myndir og þessi eitthvað svona hidden messages og Já, eitthvað svona, það er alveg creepy dæmi, sko. já, og maður getur alveg farið ymitt langt rabbit hole þetta, Já. en maður fer á YouTube og er eitthvað svona skoða, sko, maður getur alveg orðið klikkaður á þessu, sko. Og ég var líka að sjá að það var að opna eitthvað nýr Disney-garður eitthvað staðar. Aha. Eða eitthvað, eða allavega eitthvað svona New World eða eitthvað, ég veit ekki alveg. Og að það sé bara eins og bara high security prison. Þú veist, What? að það er svo mikið security Ó, er það? inn í því. Oh my god, Jésús. Að fólki leið bara eins og það væri bara on death row. Jésús minn. Mm Hefur þú farið í Disneyland? Já, Í Florida? Já. Oh my god, gaman. ég hef farið. Ég hef bara farið í París. Já. Það var svona gaman. Ég fór líka í hana Universal. Já. En sko Disney, þetta er náttúrulega bara eins og að vera inn í Disney-mynd. Þetta er svo ógeðslega fallegt. Já, þetta er ógeðslega gaman. Allt saman. Ég einhvern veginn held ekki, ég myndi finnst þetta jafn gaman og mér fannst. Mér leið bara eins og ég var hann krakki aftur. Já, Ógeðslega gaman. en mér fannst persónlega mér skemmtilega í Universal. Af því Já, að ég við skil getum það svona alveg. ógeðslega gaman að fara í, þú veist, við fórum í Harry Potter, lestina Þú og var Harry Potter freak. Worldið og Já, þetta var bara ógeðslega gaman. ég skil það alveg. Ég mæla með. Mér fannst ógeðslega gaman sko þegar við vorum í Disneylandi í París, þá fórum við með því, þú veist, að venjulega Disneylandi og síðan er hitt eitthvað, veit ekki, og við vorum gett mikið í hana Marvel Universe. Já. Þú veist, það er allt svona Marvel þema Já, og það já. eru geðveikt skemmtilegir rússíbanar sem fara mjög rætt. Og svo fórum við eitt, það var mjög skemmtilegt, það var svona Ratatouille og þá varstu í það? svona, eitthvað svona dæmi og þetta var svona, þú senur á myndinni og það var svona ekki beint rússíbarnir, svona smá rússíbarnir, ég veit ekki hvernig ég útskýra það. Já. Og síðan komu svona vindur og lyktir og eitthvað svona, Oh my god. ógeðslega skemmtilegt. Herðu, ég fór í Flyover Iceland daginn, hefur þið farið? Já, það er ógeðslega gaman. Ég var bara amazed. Já, þetta er nefnilega geggjað, sko. Þetta var Ég hef ógeðslega- farið, Já. ógeðslega gaman. Ég hafði nefnilega aldrei farið, ég vissi Nei. ekkert hverju að búast við. Ég held að þetta væri bara eitthvað svona meh, Nei, skilurðu. þetta er nefnilega geggjað, sko. En þetta var bara ógeðslega flott og ógeðslega gaman. Ég Já. bara mæli með því fyrir alla að fara, Ángríns, þetta er líka svo raunverulegt, mann líður eins og maður sé bara ángríns að fljúa. Já, Rosalegt, sko. og maður fekk alveg svona í magan og allt, Já. skilurðu. Mhm. Mér finnst það ógeðslega gaman. Oh my god, ég mæli ekki með að fara í Hvað? London Dungeon. Við ætluðum að fara. Já, ætlum að fara. Já, og ég og hann hætti við. En þannig ég var ennþá með miðana, þannig ég fór með einhverjum öðrum. Já. Ói, þetta var svo skeri. Nei, ég trúi ekki. Ég held að ég myndi ekki vera
þú hefði verið skítrætt. Nei. Þetta var ógeðslega skeri. Ég hata svona, ég get þetta ekki. Og leikarinn allir ógeðslega skeri, ég bara, ég var með lokuð augun mest allan tíma, sko, þetta var alveg svona klukktíma og ég var bara með lokuð augun eiginlega. Og varst að labba í gegn, eða hvað varst? Já, labba í gegn, það verið að tala London í gamla daga og svona svartadauða og brunan og síðan verið að tala hana Jack the Ripper og eitthvað svona. Já, heyrðu, ég fór að Jack the Ripper safnið í London. Það? Já. Oh my god, var skemmtilegt. Já, það var bara svona lítið og ógeðslega astnalegt af því að við fórum sko, við ætlum fyrst að fara á staðina sem að, þú veist, morðin gerðust á og svo enda á Jack the Ripper safninu. Já, mennar. Og ég man ekki hversi stoppistu heitir, en þetta var... Bethnal Green. Ég man ekki. En þetta var bara, ég og mamma löpum og amma, við tókum ömmu með, löpum út úr lestinni, svona 40 rónar og sprautufíklar. Já, þetta er ekki gott hverfi, sko. Bara fyrir utan. Já. Og það var þetta var bara ógeðslegt og okkur leið svo illa og við þurftum að fara í sko svona ATM, hraðbanka, finna hraðbanka þar og eitthvað og svo voru bara, förum, bara okkur leið bara sjúklega. Oh my god, þetta var náttúrulega, var þetta ekki fyrst skiptið í London? Jú. Fyrir maður kannski líka aðeins óvanari. Já, en líka bara þetta var bara ekki gott hverfi, sko. Nei, ég veit alveg hvað þetta er, sko. Já. Þetta er svona hverfi sem að þú veist það er mjög mikið af stæðum stöðum síðan alveg eitthvað stæð sem er alveg næs en þú veist, it's a little bit bad. Já, þetta var ekki næs, sko. En eigum þá bara að segja þetta gott í dag, eða? Ég held það. Við erum búin að tala alls konar. Já, þetta er bara svona alls konar þáttur. Ég trú ekki við sem búin að vera með hann alpapír á haustum allan tíman. Þetta er svakalegt. En já, þetta er svolítið áhugavert, þú veist, maður trúir því sem maður trúir. Já. Þeim maður trúir þessu eða ekki, það er bara svolítið svoleiðis. 100%. Svolítið áhugavert bara að pæla í sig. Já. En ég held að við séum búin að tala nógu bull í dag. Já. Þannig að. Við séum bara takk fyrir að hlusta. Já, sjáum bara næsta mánudag. Minnum á Sending Drama of the Week. Eða vilja að við tölum það í þættinum. Já, við erum á TikTok og Instagram. Já. Mjög duglegar á TikTok. Já. Þurftum að vera betra á Instagram. Já, true. En svona er þetta. Við segjum bara bless og kæs.